áfram að næsta liða dagskrá. Það íbúalýðræði og svo byrjuð að bara það að taka næstu fundarins og ekki enda orðum. Já, bæjarfulltrúi Sólveig Hallvarðsdóttir Einarsdóttir. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Lýðræði jú okkur öllum mikilvægt. Við viljum held öll hafa eitthvað það að segja hvernig samfélagi við búum í. Í inngangskafla skýrslu Sambands íslenskra sveitarfélaga leiðsögn lýðræði í sveitarfélögum líkir Gunnar Helgi Kristinsson lýðræðinu við húsbyggingu þar sem þjóðin í hlutverki húsbyggjenda en þar segir með leyfi forseta: Húsbyggjandinn fær fólk með mismunandi þekkingu til að byggja fyrir sig vegna þess að hann hefur hvorki tíma né færni til að vinna sjálfur að húsbyggingunni. Lýðræðiskerfum sé ætlað að gæta hagsmuna borgarna við verk sem þeir þurfa að láta vinna fyrir sig að meira eða minna leyti líkt og tíðkast við húsbyggingar. Vegna allra þeirra flóknu og tæknilegu álitaefna sem komum við sögu vofi svo hætta stöðugt yfir lýðræðiskerfum að ákvarðanataka verði fjarlæg borgurunum og grundvalla hagsmuni þeirra gleymist. Tilgangur íbúalýðræðis að spyrna gegn slíkuri þróun. Við húsbyggingu vinna verktakar í umboði húsbyggjanda. Það skiptir öllu að húsbyggjandinn sé ánægður með húsið þegar upp staðið og til þess að svo megi verða þarf að vera náið samráð á milli húsbyggjanda og verktaka á meðan á framkvæmdum stendur. Það eru ótal ákvarðanir sem þarf að taka og samráð þarf að vera alla megin verkhluta. Á sama hátt þarf þá íbúasamráð að vera hluti af ákvörðunartökuferlum í sveitarfélögum. Í aðdraganda kosninga ræddu við frambjóðendur held ég flest og öll okkar nokkuð vilja okkar til að auka íbúalýðræði og þátttöku íbúa og aðkomi þeirra ákvarðanatöku. Lýðræði líka eitt af þessum orðin sem erfitt að segja eitthvað neikvætt sem stundum verður til þess að umræður efnið verða gagnrýnislausar og niðurstaðan oftast því meira því betra. En þetta ekki endilega svona einfalt og við höfum séð að tilraunir til að efla virkt lýðræði hafi ekki alltaf gengið eins og fólk var að vona. Við sem eru kjörnir fulltrúar störfum í þá íbúana og í umboði þeirra. Samráð við íbúa stuðlar að mínu mati að betri ákvarðanatöku þar sem ákvarðanir eru teknar á traustari grunni, betur sjáu augu en auga. Við hér á Akureyri erum heppin og höfum á að skipa starfsfólki í stjórnkerfinu sem hefur mikla faglega þekkingu á hverju því sviði sem við erum að vinna á, sem hjálpar gríðarlega þegar kemur að öflun gagna fyrir ákvarðanatöku og gerir okkur þá einnig kleift að upplýsa og undirbyggja íbúasamráð enn betur. En hvernig á íbúasamráð að vera háttað? Þegar kemur að því að þeirri ákvörðun það aftur við kjörnu fulltrúarnir sem berum ábyrgð á því hvort og hvenar íbúasamráð skal viðhaft því það eru því þeir sem íbúarnir hafa veitt umboð og munu draga okkur til ábyrgðar á næstum kosningum. Til þess að leggjast að þessa vegferð nauðsynlegt að við höfum trú á íbúasamráði og við séum tilbúin að hlusta og taka tillit til sjónarmiða íbúa og höfum jafnframt trú á því að það leiði til betra samfélags. En hver þá rétta leiðin? Hvernig hefur okkur tekist til þessa og hvað erum við að gera? Hér á Akureyri boðið upp á viðtalstíma bæjarfulltrúa svo eitthvað sem nefnd, sem ein skilvirkasta leið fyrir bæjarbúa til að koma á framfæri sínum hugmyndum eða kvörtunum. Þaðan fara öll mál til efnislegra uppfjallegri nefndum og viðkomandi svarað innan ákveðins tíma. Boðið hefur verið upp á íbúafundi eitt og annað, stefnumótandi fundi ákveðna málaflokka og ýmislegt fleira verið gert. En við höfum séð að þáttaka fyrir dvínandi þar líkt og í kosningum og verkefni okkar að finna leiði til þess að auka áhuga íbúana og auðvelda þeim þáttöku. Hvað veldur þessu? Við höfum alveg séð fjölmenna íbúafundi. Ég nefni fund sem var haldið hér í Giljahverfi fyrir kosningar og snýrað hagsmunum íbúa hverfisins. Fundir íþróttafélagana framtíðar uppbyggingu og fleiri. Þannig að það ekki þannig að fólk vil ekki mæta eða sé of þreytt. Fólk mætir málefni áhugavert og snertir það beint. Við þurfum því að finna nýja leiðir og matriða hlutina öðruvísi. Í skýrslu sem unnin var fyrir bæjarstjórn Akureyrar árið 2016 af vinnuhópi sem í sátu Andrea Hjálmsdóttir, Albertína Elíasdóttir og Guðmundur Frímannsson, setta fram nokkrar tillögur aðgerðir. Það meðal annars lagt til að fara í persónukjör í sveitarstjórnarkosningum sem ég persónulega fyndist áhugavert að skoða fyrir næstu kosningar. Þá lagt til að gerð verið upplýsingastefna sem hefur verið og enn í vinnslu.
íbúasamráð í tengslum við fjárhagsáætlun og aukna rafræna stjórnsýslu, svo eitthvað sé nefnt. Tillögurnar eru síðan útfærðar og rökstuddar og ágætt tækifæri hér til þess að ræða það í dag. Í annarri skýrslu Sambands íslenskra sveitarfélaga, íbúasamráð í sveitarfélögum og þáttaka íbúa settur fram ágætis leiðavísir það hvernig best sé að standa að íbúalýðræði og leiðbeiningar hvernig sveitarfélög geta unnið að því að setja fram meginreglur íbúasamráðs og þau brýnd mikilvægi þess að vanda allan undirbúning sem og framkvæmdina ekki síður að fara eftir niðurstöðunum. Fyrsta skrefið samkvæmt þeirri skýrslu samtal kjörinna fulltrúa starfsmanna og að þeir nái sameiginlegri sýn á framkvæmdinni, svo eitthvað sé nefnt. Í skýrslunni sem rædd var hér áðan traust á stjórnmálum kemur meðal annars fram að aukið samráð getur eflt traust og félagslega samheldni auk þess sem aukinn skilningur talinn heppilegur þó svo að niðurstöður sé ekki endilega óumdeildar. Samráð við almenning málefni sem geta verið bæði flókin og umdeild þannig mikilvægur hluti af lýðræðislegum stjórnarháttum samtímans. Og ef ég vitna í þá skýrslu með leyfi forseta, stjórnvöld geta ekki leyft sér að víkja sér undan því eða forðast það. Það hins vegar vandmeðfarið, misheppnað samráð, þar sem þáttakendur sjá ekki að þáttaka þeirra skipti máli eða finnst að samráði snúist aukaatriði eða minniháttar mál geta skaðað samband stjórnvalda og almennings frekar en stuðlaða trausti. Með öðrum orðum, þegar við til dæmis förum í víðtækt samráð við gerð deiliskipulags eða vinnu við stefnu, þar sem við fáum marga að borðinu, þarf að vera ljóst hvaða áhrif vinnan hefur. Þau áhrif geta ekki einvörðungu birst sem stefna eða skipulag sem ekki kemst til framkvæmda, heldur einnig mikilvægt að við afgreiðslu liggi hratt og örugglega vel fyrir fjármögnuð aðgerðaáætlun sem tónar við samþykkta stefnu eða skipulag. Ef rétt á haldið getur íbúasamráð þannig stuðlað betri sátt ákvarðanir þar sem samráðsferlið getur aukið skilning íbúa á mismunandi sjónarmiðum og hagsmunum. Þá getur íbúasamráð vakið áhuga íbúa á að vera virkari þáttakendur í samfélaginu og stuðla þannig að auknum félagsauði sem einn dýrmætasta auðlind hvers samfélags. Það því til mikils að vinna fyrir sveitarstjórnir að læra ástunda íbúasamráð á réttan hátt. En við skulum ekki vanmeta verkefnið, það jú þannig að það hefur lengi verið stefnan að auka íbúalýðræði, en því miður ef ég get endilega séð hugmyndir eða lausnir sem ná þeim árangri sem við höfum verið að vonast eftir. En hvert skref í átt að auknu íbúalýðræði skref að mínum viti og okkar hér í rétta átt, þó lítil séu. Já, ég læt þetta duga í bili. Samþykkir að taka markmannsskref í átt til aukins þátttökulýðræðis í samræmi við eina af þeim tillögum sem unnar voru af vinnuhópi íbúalýðræði og gagnsæja stjórnsýslu fyrir bæjarstjórn árið 2016. Fyrstu skrefin í verkefninu verða að leita samstarf við önnur sveitarfélög og samband íslenskra sveitarfélaga við að móta aðgerðaáætlun en í kjölfarið verði fyrstu verkefni hringt í framkvæmd. Það bæjarfulltrúi Sólveig Stefánsdóttir beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara taka heils hugar undir þessa tillögu og mun samþykkja hana og fagna mjög því að við séum nú vonandi sammála það að við viljum taka þau skref sem eins og forseti bæjarstjórnar hefur bent á, tekur maður eitt í einu til betra og meira samráðs við íbúa. Þannig ég bara fagna þessu og þakka fyrir. Það
bæjarfulltrúi Sólveig Björk Stefánsdóttir hefur ekki máli sínu til máls tekur bæjarfulltrúi Lára Halldóra Einarsdóttir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég alveg sammála því og ég tek alveg heils hugar undir það að ég held að það sé mjög mikilvægt að stíga einhver skref í áttina að auknu íbúalýðræði. Það sem að ég svona velti fyrir mér hvaða leiðir við getum farið til þess að virkilega fá fólkið að borðinu aftur á móti. Nú hef ég starfað á ýmsum stöðum bæði sem foreldri í íþróttastarfi og kennari og bekkjarfulltrúi og maður ofta að reyna að fá fólk að borðinu. Og það bara finnst mér alltaf að verða erfiðara og erfiðara. En ég held hins vegar að við getum, fólk hefur skoðun á málum og við þurfum að reyna að sækja hana. Og við heldum mjög gott skólaþing í mínu skóla þar sem að foreldrar einmitt voru boðaðir en það úr foreldrahópi 400 barna voru aftur á móti ekki nema kannski einhverjir 4 sem af eigin frumkvæði óskuðu eftir að koma og taka þátt. En þarna var vettvangur þar sem að við starfsmenn vorum, þar sem börnin voru, þar sem foreldrarnir voru. En þarna fenguðu þó fólkið en við þurftum að hringja í rest til þess að fá fólkið til okkar. Þannig að ég held að það sé bara alveg mjög mikilvægt og varðandi eins og þennan fund sem að haldinn var fyrir kosningarnar þegar að var fundurinn upp í Giljahverfi varðandi eins og steypustöðvamálið. Ég held að þetta algjörlega skólabókardæmi það að þarna voru það hins vegar íbúarnir sjálfir sem að höfðu eitthvað hagsmunamál sem þeir vildu berjast fyrir og koma fram með. Spurningin ef að við ætlum að fara að kalla eftir fólkinu til okkar, að þá held ég að við þurfum einmitt að byrja á því að vera með mál sem að virkilega fólkið hefur skoðun á og vill taka afstöðu til og hafa áhrif á. Annað verður ekki. Takk. Það fulltrúi Lára Halldóra Einarsdóttir hefur ekki máli sínu og annað laust. Það fulltrúi Guðmundur Valtýr Brynjólfsson ekki máls. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar aðeins bara í þessu sambandi að við erum að læra og við erum að fetta okkur áfram í íbúalýðræði og svo sem eins og hefur komið fram þá kom skýrsla árinu 2016 og við erum höfum mikla væntingar, við getum gert eitthvað í þáttöku, fjárhagsáætlana gerð og svo framvegis og þessu ári verður það nú ekki. En hins vegar skal ég segja voru við nokkrir bæjarfulltrúar á mjög áhugaverðum fyrirlestri í morgun siðferði og siðfræði og það var þá var akkúrat það sem að þessi ágætt maður sem að þar var að halda fyrirlestur benti á Henry hann var prófessor úr háskólanum og hann var akkúrat að benda á það í rauninni að mikilvægast við það að þegar menn væri að hafa samráð að það væri það að fólk sem að kæmi að samráðinu fyndi það að það gæti haft það gæti haft áhrif á ákvörðunartökuna. Þannig að þess vegna skulum við, þegar við förum á stað, vanda okkur í þeim efnum og ég held bara kannski að vera mjög fróðlegt að fá þennan fyrirlestur með einhverjum hætti inn til okkar og ég spurði nú bara sessunauta minn að því hvort að þetta væri ekki eitthvað sem landsþingi ætti í rauninni að vera með. Það er þessi siðfræði fyrirlestur, þess að það var svona að vera, þetta höfðaði svo vel til okkar sem byrja í pólitíkina, við vorum svona átt okkur á því og það opnaðist bara heill heimur og bæjarfulltrúi Sóley var akkúrat að vitna í þetta rétt áðan. Þetta var bara mjög áhugavert hvernig við eigum að haga okkur og þetta er svona kannski þessi umræða svona hefð hvernig við skiptum okkur í fylkingar að við eigum að ná þessari samræðu og þannig ná við árangri og það er þetta sem ég held að við verðum að hafa í huga þegar við leggjum á stað með fyrsta verkefnið að við séum bara átt okkur hvað við viljum, hvernig við viljum vinna það og akkúrat hvernig við viljum láta fólkið koma að þessu og hvernig það getur haft áhrif á þessu ákvörðunartökun okkar. Þannig að ég held að þetta verði mjög spennandi. Takk fyrir.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég fagna líka mjög þessari umræðu og mér finnst þetta brjálæðislega spennandi verkefni og líka mjög krefjandi vegna þess að þetta ekki eins einfalt eins og þegar maður fyrst fór að hugsa það, ekki bara allir að mæta á opna fundi og allar þessi pakki sem að fólk einmitt síðan endar á því að upplifa að það hafi í rauninni engin áhrif og jafnvel verði svektir og ég man eftir fyrstu upplifinu minni í því þar sem ég satt í stjórnum vaxtarsamnings Eyjafjarðar þar sem við vorum að aldamótin, maður nú konar þann aldur og þar sem við vorum að taka stefnumarkandi ákvarðanir byggðaþróun og byggðaáætlun og lögðum til klasasamstarf sem síðan lifði einmitt í 3 ár og var síðan lagt niður eftir að yfir 100 manns komu að vinnunni, þá lifði hún bara einfallega ekki lengi og maður varð fyrir svona vonbrigðum með þáttöku sína sem að dró úr lönguninni til þess að vera þáttakandi. En það sem langaði hins vegar að nefna í þessu samhengi líka að íbúalýðræði og íbúasamráð eins og bæjarfulltrúi Lára var að segja áðan að frumkvæðið komi stundum frá bæjarbúum og þá skiptir líka svo ofboðslega miklu máli að upplýsingagjöf sveitarfélagsins sé ofboðslega góð og í því samhengi langar mig að nefna það verið að vinna upplýsingastefnu Akureyrarbæjar og ég held að innri upplýsingagjöf til íbúa það sem að gerast án þáttöku líka heldur bara að tilkynna, upplýsa, færa fram matreiða með réttum hætti án þess að kæfa fólk í gögnum þannig að það þurfi bara basically að hætta að vinna það ætlar að fylgjast með því hvað að gerast í pólitíkinni held ég að sé mikilvægt skref ekki síður til þess að þegar að kannski eitthvað að gerast þar sem að frumkvæðið gæti átt sér stað að þá skipti upplýsingagjöfun svo miklu máli. Þannig að ég held að það sé mikilvægur hluti að við klárum þá samvinnu og vinnu bæði innan stjórnsýslunnar og þá bæjarráðs og síðan hjá Akureyrarstofu sem að ég fer með formennsku fyrir. Þannig að ég held að við má ekki gleyma því að það mikilvægur hlutur af því að bjóða upp á íbúasamráð góð upplýsingagjöf. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég lofaði að taka ekki til máls ákveðið atriði. Ég verð samt að blanda mér aðeins inn í þessu umræðu. Ég fagnaði þessari umræðu og við áttum hana nú í upphafi síðasta kjörtímabils líka og í kjölfarið kom þessi skýrsla, bæði þá meira gegnsæi og aukið íbúalýðræði. Því miður að þá náðist ekki að vinna kannski úr henni eins og maður hefði viljað sjá gerast og ég bara vona það að þetta verði þá skref í þá átt að svo verði. En þá held ég að verðum líka bara setja okkur mjög skýr markmið það hvert við viljum fara og hvaða skref við viljum svona stíga í upphafi. Og svona mín reynsla af því að vinna þessu náttúrulega svo eins og fleiri sem að hafa komið hér upp hafa upplifað það að fólk tekur sig ekki bara endilega fagnandi. Við þurfum líka að passa okkur á því að þegar við stígum skrefin að við séum í raun og vera að meina eitthvað með því sem við erum að gera. Það ekkert verra heldur en það að fólk mæti á fund þar sem að það telur að það eigi að geta tjáð skoðanir sínar eða haft áhrif og svo skilar það ekki neinu og ég ekki jafnvel boðið upp á það. Og ég bara vara við því líka að vera að boða íbúafundi mál sem raun bara kynningafundir en ekki raunverulegir íbúafundir því ég skil íbúafund til dæmis bara þannig að ég fái að tjá mig, ég fái að hafa skoðan hlutunum, ég fái að koma sjónarmiði mínum á framfæri. Þannig það bara mjög mikilvægt að við vöndum okkur í þessu, tökum þá þessi skref í rólegheitum, þetta er langtíma verkefni, þetta bara þróun og við verðum að byggja traust eins og vorum að ræða hérna áðan. Fólk sem held ég bara í allt og miklu mæli það bara treystir því ekki að þó það að koma svona fundi að þá skilja það einhverju og fyrir vikið þá það kannski ekkert að koma. Við þurfum að byggja þetta traust upp. Það ekki flókið. Þetta er mjög einfalt.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar líkt og aðrir hérna að fagna umræðinni sem á sér stað hérna varðandi íbúalýðræði. Það er auðvitað okkar hlutverk hérna sem kjörnum fulltrúa að koma upplýsingum áleiðis til bæjarbúa og fá þá til þáttöku varðandi ákvarðanatakanir hjá okkur. Ég var á þessum umrædda fundi í morgun þar sem var verið að tala siðfræði og samtal, samvinnu. Þar kom einnig skýrt fram að þegar samtal á sér stað þá er líka mjög mikilvægt að hlutverkin séu skýr, líkt og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom inn á hér áðan, að það þarf að vera fyrirfram ákveðið hver tekur ákvörðunina og hvort það sé samráð eða hver má taka til máls og þar fram eftir götunum. Þannig að við séum í rauninni með mótar hugmyndir fyrirfram. Á síðasta kjörtímabili þá stigum við skref í átt að íbúa samtali, eins og til dæmis þegar við unnum aðalskipulagið þá formaður skipulagsráðs Tryggvi Már sem var duglegur að fara á milli á sem starfsmönnum og öðrum á milli hverfa og kynna aðalskipulagið. Og það mátti alveg glöggt sjá að þar sem einhver mál voru umdeild, þar mættu bæjarbúar. Því þeir vildu kynna sér málin og þeir vildu koma sínum skilabómum framfæri. Og það er bara þannig að það er svo oft að það er ekki fyrir en að við finnum fyrir málinu sjálf að það kemur við okkur að við viljum tjá okkur. Þannig að ég held að við eigum bara að halda áfram ótrauð. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hélt líka kynningu á fjárhagsáætluninni. Héldum við náðum að halda einn fund á síðasta kjörtímabili og það gekk vel og ég held sé bara mjög mikilvægt að við höldum þessu áfram. Þessu samtali bjóðu upp á þessa fundi og einmitt fundi þar sem að íbúar geta komið og geta tjáð sig. En leið verða líka íbúar átt að segja því að skoðanir eru misjafnar og við tökum tillit til þeirra en tökum síðan ákvörðun út frá bestu vitund og þeim upplýsingum sem við höfum hverju sinni. En bara áfram við, þetta er bara frábær umræða. Takk. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara þakka góða og upplýsta umræðu. Það er augljóst að fólk hefur verið að kynna sér málin og ég finn það að meirihluti hérna inni gerir sér grein fyrir verkefninu. Að þetta sé vandasamt og mikilvægt að gera þetta vel. Og einmitt talandi svona þáttöku og minnkun í þáttöku, að þá er svona eitt af því sem hefur oft verið talað sem er lykilatriði sem er það að ekki bara það hvort að fólk hafi skoðun á málinu eða finnist mikilvægt að koma inn á framfæri, heldur líka það að fólk finnist og trúi því að það sé tímans virði að gera sér ferð, hvernig sem það nú er, eins og þetta hefur verið stundað hjá okkur á fund til þess að koma sínum skoðunum á framfæri og mér finnst kannski áhugavert og þetta er eitthvað sem að, þú veist, og nú vil ég bara aðeins svona reyna svona dýpka umræðinu þetta akkurat munurinn á eins og komið hér fram til dæmis kynningarfundi og samtali og samráði og ég kannski farið yfir svona það sem er stundum kallað svona mismunandi þáttökustig. Það sem sem sagt, má segja fyrsta stigið er bara upplýsingagjöf. Það er bara einhliða upplýsingagjöf af hendi stjórnvaldsins og það er fyrsta stigið og maður getur sagt já þar ætlum við að vera vegna þess að það er eitt af því sem við þurfum að ákveða. Það er akkurat ákvaða stigi og ég ætla kannski að fara svona aðeins yfir þessi 5 stig en ákvaða stigi ætlum við að vera með okkar samtal allavega hvar ætlum við að byrja. Og þá er fyrsta stigið akkurat þessi upplýsingagjöf og ég myndi segja að við séum bara svona þokkalega góð í því. Við erum búin að halda eins og við verið bent á hér fullt af kynningafundum og svo má segja kannski annað stigið sé já, hvar er ég með þetta? Ég er búin að skrifa og rekst búin að tekna þetta upp hjá mér. Það er bara Ctrl F hérna. Er þetta tilbúin? Samtal. Hérna er þetta.
Annað stigið akkurat sem samráð og þriðja stigið sem sko skoðanaskipti vegna þess að við erum að átta okkur á muninum á þessu að því að samráð og við höfum stundað samráð hérna, hefur verið stundað, fólk hefur verið boðið að koma einmitt og leggja til málana og leita eftir sjónarmiðum einu sinni. Það að segja, við höldum einn fund og við fáum eitthvað og svo tökum við það og vinnum með það. Síðan þriðja stigið sem akkurat skoðanaskipti og sem að mér langar að segja sko að það það sem ég óska að við förum núna yfir á. Ég held að við séum alveg búin að vera á 1 og 2 og þá erum við að tala einhvers konar virkt samtal og það eru alls konar leiðir. Það þú veist, notendaráð, það eru íbúaþing, það eru rökræðufundir en aðalatriði þessu stigi að það búið til eitthvað, það kemur eitthvað út úr einhverjum fundi eða einhverjum vettvangi. Það síðan unnið sko, svo farið að hugsa útfærslunar af því að þarna koma kannski þarfirnar og óskirnar. Útfærslan síðan eitthvað sem að við auðvitað því að við erum alveg ennþá í vinnunni og stjórnkerfið ennþá í vinnunni af því að við erum ekki að fara og eins og kannski bæjarfulltrúi Lára Aldra var að tala sko þetta með að fá fólk inn í og það ofboðslega mikið sjálfboðalega störf en við erum að fara að vinna vinnuna það að segja við erum ekki að biðja einhvern annan það þannig við tökum það sem að kemur upp úr einhverju svona fundi og förum útfærslur og þá sko þarf mjög líklega að fara aftur og eiga samráð útfærslunar. Þú veist, þetta munurinn á öðru og þriðja stigi, skilur. Það þessi þetta samtal sem að fer fram og tilbaka. Og kannski mér langar að nefna 2 dæmi sem að sýna svo rosalega vel af hverju þetta samráð fram og tilbaka, þetta samtal svo mikilvægt. Að annars vegar dæmi sem að átt sér stað í sveitarfélagi í Svíþjóð, þar sem að var hugmyndin að koma með einhverja afþreyingu fyrir unglinga, eitthvað uppbyggilegt og gott fyrir unglinga að gera. Og það var farið í samráð og unglingarnir spurðir og niðurstaðan á því var að þau vildu eitthvað stað þar sem að þau gátu bara svona hangið, þau gátu spila sína eigin tónlist og þau gátu notið samveru og svona sem sagt með sína eigin tónlist og með sínum eigin svona inputi. Og þetta fer síðan inn í stjórnsýsluna og þá kemur upp sem sagt útfærslan og þá kemur í ljós að það bara ekkert fjármagn til þess að gera þetta miðsvæðis. Það bara var ógeðslega dýrt, það bara dýra lóðir og það var bara ekki hægt þarna. Og þannig að hugmyndi að útfærslu var að fara og gera þetta út í úthverfi. Og þá var nefnilega farið aftur inn í hópinn og þau voru spurð, hvað finnst ykkur þessa útfærslu, þessa hugmynda útfærslu sem að fara með þetta út í eitthvað hverfi. Og þá kom í ljós að þau mátu það bara flest að þau myndu líklega ekki nýta þetta á þeim forsendum, þar að segja þau myndu ekki gera sér ferð út í eitthvað úthverfi Stokkólms til þess að, nei þetta var ekki Stokkólms, eitthvað annað sveitarfélag til þess að nýta þessa aðstöðu. Og í kjölfari var svo aftur farið í útfærslu og þá var tekin ákvörðun að bíða með framkvæmdina þangað til að væri komið þetta fjármagn sem að þurfti til þess að gera þetta eins og þau vildi gera þetta. Svo ætla ég að koma annað dæmi sem illa heppnað, þessi saga endar illa, bara svo ég segi ykkur það strax, að það í Lissabon, það sem að kom fram í gegnum íbúasamráð að fólk vildi auka hjólreiðar og auka við hjólreiðastígakerfið og borgin ákvað að verja 2 milljónum evra í að byggja nýja hjólastíga. Og svo farið inn í stjórnkerfið og útfært. Og þá í raun og veru kannski 2 svona valmöguleikar sem að segja. Það hægt að byggja hjólastíga á grænum svæðum, þar sem hægt að hjóla og njóta náttúrunnar og hafa það ofsalega yndislegt. Hins vegar var síðan hægt að hugsa þetta sem samgöngukerfi. Og það sem að Lissabon gerði, það var að setja peningin í svona frístundahjólreiðastíga, því að það var miklu auðveldara. Það var ekki þarna fyrir á bara gras sem var bara hægt að setja stíga á. Og en svo kom í ljósa að íbúarnir voru mjög ánægðir af því að íbúarnir höfðu viljað samgöngu hjólreiðar. Og ef það hefði verið farið tilbaka og spurt, þá hefði þessar 2 milljónir evra sem settar voru þetta verkefnið nýst betur. Þannig að
og eins og bara, ég heyri að allir hérna inni gera sig grein fyrir að það bara betur heima setja en af stað farið ef að hlutinir ekki gerðir alveg nógu vel. Og svo þetta að því að það 4. stig og 5. stig sem við skulum láta okkur dreyma að ná og þá sem sagt svona aðkoma að skipulagningu og bara framkvæmdum og svo að lokum og það var grín hjá mér og bæjarfulltrúa Gunnar Gíslasyni, hann var búinn að lofa og nú ætlum ég bara að tala það því að hann var búinn að lofa að tala ekki það. En 5. stigið svo þessi beina aðkoma að ákvörðunum þar sem eru íbúa kosningar og og í raun veru þátttökufjárhagsáætlun gerð eins og lögð fram í skýrslu starfshópsins sem var vitnað í áðan sem sagt beinar ákvarðanir settar í hendur íbúa og en það svo mikil framtíðamúsík að við eftir að vinna okkur þangað og það svona sem að við sammæltust það að við skyldum ekki fara þangað, við skyldum halda okkur núna við það sem við ætlum að gera núna og þessi skref sem við ætlum að taka núna. Þannig að og þannig leggjum við grunn að því að við komumst einmitt þangað sem að við hugsanlega öll viljum fara. Og kannski eitt í sambandi við það, því að það líka ofboðslega áhugavert þetta með ákvörðunartökun á ábyrgðina. Og sumir segja já þið eru ráðin til að gera, þið eru kjörin og kosin og þið fáu borga fyrir að gera og taka þessar ákvörðun og þið eru bara að gjöra svo vel að gera það. Og það alveg rétt, við eigum bara að gjöra svo vel að gera það. Og það ekki þar með sagt að að einhver tillaga sem að kemur í gegnum íbúasamráð fái framgöngu. En hins vegar þá einhver ástæða fyrir því að við metum það sem svo að hún fái ekki framgöngu og þá mikilvægt að útskýra það. Og þetta snýr að því að við þurfum bara að gera svo vel og útskýra af hverju við tökum ákvarðanir eða vísum hlutum og bara okkar starf og okkar starf bara mjög skemmtilegt að því leyti að einhvern veginn finnst mér allavega að hver sem á bara geta komið til mín og sagt bara af hverju sagður þetta, af hverju gerur þetta, af hverju gerur ekki þetta og þessi fundur margræddur í morgun sem var sem einhvers konar mangi hvað það heitir notendaráð Landsnets verkefnaráð Landsnets varðandi Hólasandslínu að það akkurat þetta ég alveg á taugum að sitja þarna inni að því verð ég þá bara meðvirk með allri þessari framkvæmd og ef eitthvað, ömurlegt gerist sem að ég einhvers staðar kannski fatt ekki í ferlinu, þá ég alveg ábyrg fyrir því, ég sit þarna inni og ég fæ upplýsingar sem ekki allir fá og ég, nú ég fann að tala svona aðeins víðar þetta hugtak ábyrgð og sem að fylgir þetta samræði og þetta þegar maður tekur þátt í samræði, þá tekur maður einhvers staðar líka þátt í ákvörðuninni en maður getur samt ekki alltaf að endanum borið ábyrgð á henni af því að það einhver sem hefur úrslita tekur úrslita ákvörðunina, hefur valdið og ber ábyrgðina. Þannig að ég veit þetta flókið en við höfum örugglega eftir að tala mjög mikið það. Það bara eftir við svolítið stjórnarstofnarleikumál sem var við laus. Sem ekki að allir fæstir ljós, þá til hana bókum borðið þess að geta samþykkt hana. Það 11 takk fyrir það og nú gerum við stutt hér á fundinum á okkur vatn og koma aftur eftir 15 minútur.